Nú ætlum við að fara að vinna með hnitakerfi. En áður en við gerum það, þá ætlum ég aðeins að rifja upp hvernig hnitakerfið virkar. Hnitakerfi virkar þannig að við erum með tvo ása og þið myndu nota reglustiku til þess að teikna þetta í bækurnar hjá ykkur, nota línurnar. Þetta er x-ás og þetta er y-ás. Þetta er ekki nóg því að við þurfum að setja kvarða. Þið myndu nota rúðurnar í bókunum hjá ykkur og láta ýmist eina rúðu eða tvær tákna einn heilan. Það er í raun ekki aðalatriði, stundum vill maður gera myndritin stór, stundum lítil. En það þarf að vera algjörlega kýrskýrt hvað hver rúða þýðir. Þetta hérna er þá 1, 2 og 3, 0 er hérna miðjan. Hérna er þá líka 1, 2, 3 og svo framvegis. En hérna kemur -1, -2, -3 og hérna líka -1, -2, -3. Og þegar við ætlum að teikna punkta eða lesa punkta, þá byrjum við alltaf á x-ásnum. Þetta eru sem sagt tvær tölur með komma á milli inn í svega. Fyrri talan táknar hvar hún staðsetur sig á x-ásnum og seinni talan á y-ásnum, þess að x-hnit og y-hnit. Og við skulum merkja inn til dæmis punktinn 2,3. Þá fer ég fyrst hérna í 2, tel síðan 1, 2, 3 upp, punkturinn minn er hér. Ég byrja að telja eftir x-ásnum og svo tel ég eftir y-ásnum og hvar mætast þessar tvær tölur. Það er í þessum punkti hér. Við skulum skoða -3,1. Þá fer ég í mínus á x-ásnum. -3, það er hér. Síðan tel ég upp í 1. Það er hér. Ef ég geri 4,-2, þá fer ég í +4 á x-ásnum, upp í 4 og svo -2. Það er svona það bil hér. Þetta var -3,1 og 4,-2. Síðan gætum við gert -3,-3. Þá fer ég -3 á x-ásnum, -3 á y-ásnum og þá endum við hér. Það er ofboðslega mikilvægt að vanda sig við að teikna punkta og teikna hnitakerfi. Því um leið og ég geri þetta illa, þá er svo erfitt að lesa úr þessu. Og ef ég á að teikna línur, ég gæti til dæmis átt að teikna línu í gegnum einhverja 2 punkta af þessum punktum sem ég er búin að vera að teikna, að þá lendir línan á vitlausum stað ef þetta er ekki vel teiknað hjá mér. Ég get líka lent í því að þurfa að lesa punkta og það geri ég nákvæmlega eins og ég var að teikna þá. Fer fyrst, dreg línu, ok, x-hnitið er 2, y-hnitið er 3, þá er þetta 2,3.